varst einhvern tímann með einhverjum strákum eða eitthvað, prófaðir það eitthvað? Já, Já, ég prófaði það. já. Ég var sem sagt í 10. bekk, minnir mig. Mhm. Þá fór ég að pæla í þessu af því að mér fannst skrítið, ég hafði aldrei verið hrifin af strák Mhm. og alla vinkonur mínar í grunnskóla alltaf að tala um einhverja stráka og eitthvað og Mhm. ég tengdi ekki við þetta. Nei. Þannig að ég var svona, já, er ég kannski fyrir stelpur? Mhm. Svo bara, nei, það er nógu eina okkur sé lesbía. Mhm. Þannig ég svona tók þetta tilbaka og er bara í afneitun Já. og fór síðan í menntaskóla og eignaðist kærasta mjög fljótt þar. Mhm. En ég tengdi aldrei við þessa tilfinningu, ég skildi ekki af hverju fólk var Nei, í sambandi að ég einmitt. fann ekki þessa tilfinningu. Nei, Þannig ég var í afneitun í 5 ár. já. Kemur svo út sem lesbía Já, og hvernig var það svona, var það ekki eitthvað frelsi? það var mjög mikið frelsi. Já. Þegar ég pröfaði að vera með stelpu og þá var ég bara, ok, þetta er tilfinningin sem á að vera. Já. Og varst í einhverjum löngum svoleiðis samböndum eða? Með strákum, Nei, með stelpum. stelpum, ég hef ekki verið í löngu samböndum, Nei. en ég hef verið í nokkrum. Já. Og hvað gerist svo sem sagt þegar þú ferð að fatta það að þú viljir vera eða já, þú ert bara í röngum líkama. Hvernig fattaðir það svona? Mm, Sko, þetta byrjaði þannig að ég fór í brjóstnám af því að þau voru alltaf svo að trufla með brjóstin á mér og ég var byrjað að ganga í svona bændertoppum Mhm. og sem eru bara ógeðslega óþægilegir. Já. Það eru nýþröngir og svo byrjaði ég að teipa mig Mhm. en þú veist, ég fekk sár og blöðrur og eitthvað út frá því og þetta var bara ógeðslega óþægilegt þannig að ég bara tók ákvörðun að fara í brjóstnám. Já. En þegar ég var í sambandi, þegar að ég hugsaði fyrst út í það, Mhm. þá talaði hún svo niður til allt svona. Já. Þannig að ég þorði ekki að segja neitt og þorði ekki að gera neitt í þessu. Nei. En svo þegar að ég fór úr því sambandi að þá fór ég að hugsa meir út í þetta og Já, hún hefur náttúrulega viljað hafa þig bara með brjóst sem lesbía. já, Það er bara, og hvernig er það ferli ef maður ákveður að fara í brjóstnám? Er það eitthvað svona, að því að þú veist, nú er bara legnám til dæmis og þú þarfst að fara í bara, þú veist, þvílíkt og þér er eiginlega bannað það, af því að þú gætir vilja eignast börn seinna, já, einmitt. þú veist, það eru konur sem að, ég veit sem að vilja ekki börn og hafa þurft að berjast fyrir því að fara í legnám, sko, af því að það er alltaf verið að hafa vit fyrir þeim, sko, að þú veist, þær getur hugsanlega að vilja börn seinna og blablabla. Já, ok. Þannig að ég, hvernig var það ferli? Fórstu bara til heimilislæknis eða? Nei, ég fór í gegnum tannsteymið Já. og talaði við þau og var bara hreinskilin að ég var ekki viss hvort að ég væri trans eða ég vissi bara að mér leiði ekki vel eins og ég væri og vildi ekki vera þú veist, svona stelpa. Mhm. Þannig að þau hjálpuðu mér bara í gegnum þetta. Mhm. Þannig ég fór bara í gegnum þau og það var ekkert mál. Já. Og það er bara, þetta er væntanlega mjög stór aðgerð, er það ekki? Svona, Jú, þetta er það. það er bara allt tekinn, fituvefur og mjólkurkirtlar og allt bara. Bara allt. Vá. Og svo hvað, eins og ég sagði, þú segir bara að þú vilt ekki svara því. Hvað eru geirvörstunar teknar af? Eða? Þú getur þessi ráðið, Já. þær eru náttúrulega teknar af að því að þú veist það þarf að taka hérna uppi Mhm. þú veist undir Mhm. og það náttúrulega þarf að taka þær af. Já. En ef þú vilt hafa þær ennþá þá eru þær bara klipptar til, minkar aðeins og bara saumaðar aftur á. Oh my god. Og ég vildi gera það þannig að ég let sauma mínar aftur á. Já. Vá. En þú getur gert það þannig að þú sért ekki með neinar sko. Já. Er einhver að gera það? Vill fólk? Já, Já. já. Það er alls konar og svo eru líka sumir sem að geta tekið bara innan úr gerfustunum, þú veist bara opna gerfustunar og setja það svo bara aftur á, þá ertu ekki með þessu ör. Já. En ég gat það ekki. Nei. Hvað, og hvernig var, eftir þetta, fannst einhverjum þetta eitthvað skrítið þegar þú gerir þetta? Var einhvað fóreldreini bara, ætlar að láta taka þau brjóstin? Já, þeim fannst þetta náttúrulega, ég á 4 eldri systur og mömmu og þær skildu þetta ekki. Þú Nei. veist það bara af hverju myndir vilja láta taka þetta af því að þær náttúrulega vilja hafa sín. Já. Þannig að ég skil það að þau skildu þetta ekki Mhm. en þau voru samt bara, þú veist, þú gerir það sem að þú vilt. Mhm. Ef að þetta er það sem lætur þig líða betur þá gerir þetta. Mhm.